í kjölfar hrunsins þá fór ég að fylgjast mjög mikið með stöðunni auðvitað bara allan heim en sérstaklega í Evrópu og ég var ásamt félögum mínum í samtökum sem heita Attack, stofnum Íslandsdeild þessara samtaka. Þetta eru samtök sem voru stofnuð í Frakklandi 97-98 og hafa það sem svona sitt helsta markmið að berjast gegn nýfrjálshyggju og berjast fyrir efnahagslegu réttlæti og því að venjulegt vinnandi fólk geti átt gott líf. Og í gegnum þessi samtök þá fylgdumst við mjög náið með afleiðingum evrukreppunnar sem að dundi á í kringum 2010, sérstaklega í Grikklandi og þetta líka Spáni, Portúgal og víðar. En Grikkir fóru sérstaklega út úr evrukreppunni og þá sást það með svo skýrum hætti að þegar að veiklönd eða jaðarlönd sem eru með evruna lenda í áföllum þá er pressan gríðarlega mikil á þessa innri gengisfellingu og Grikkir voru af stofnunum Evrópusambandsins ásamt Alþjóðagjaldeyrissjóðnum neyddir til þess að fara í alveg hræðilega vegferð og meðal annars er hægt að lesa bækur eftir mann sem var skamma hríð fjármálaráðherra Grikklands og reyndi af ást á sínu landi og sinni þjóð að koma í veg fyrir það að Evrópusambandið og stofnunir sambandsins gætu farið jafn grimmilega fram gegn Grikkjum og raun bar vitni, maður að nafni Yannis Varoufakis og ég hvet fólk til þess að lesa bækur eftir hann og átta sig á því með skýrum hætti hvernig komið fram með fólk sem að kemur frá þá veikari löndunum, jaðarlöndunum, jafnvel með lýðræðislega kjörna fulltrúa sem að eru eins og hann var þarna á samt sínu fólki mjög lausna miðaður í því að reyna að finna lausn sem allir getu unnið með, lausn sem að snýrist ekki bara það að kreista út allt frá grískum skattgreiðendum sem hægt væri til þess að bjarga þýskum bönkum. Það tókst ekki og í raun fór það svo að í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslu sem að haldin var árið 2015 í Grikklandi þar sem að yfirgnæfandi meirihluti grískra kjósenda sagði að þau vildu ekki lengur vera inn í þessum pökkum Evrópusambandsins, þessum björgunarpökkum svokölluðu, þá neitaði Evrópusambandið að fallast á þessar niðurstöður og björgunar aðgerðirnar svokölluðu sem þau þurftu þá að taka við Grikkir eftir atkvæðagreiðsluna 2015, þær voru raunverulega verri en það sem hafði verið á borðinu áður og það var gert í þeim augljósa tilgangi að refsa Grikkjum og líka sýna öðrum löndum fram á hvað myndi gerast ef að fólk reyndi að semja sig inni á betri stað en það sem Evrópusambandið og stofnanir þess voru búin að ákveða að yrði að gera til þess einmitt að, eins og ég segi, bjarga fyrst og fremst þýskum bönkum.